saman á fund eða þegar var kallaði í hana Bergþóru. Já. Það var ákveðið, það voru svo að fá Bergþóru lækni til að koma og tala breytingaskeiðið. Og við vorum ungar þá og breytingaskeiðið, það var einhvers tíma, það var langt fram í framtíð. Það var eitthvað óþekkt. Mjög óþekkt og einhvern langt fram í framtíðinni. En konum þótti þetta allavega athyglisvert og það var mjög góð mæting og ákveðið að hver kona mætti bjóða með sér gesti og flestar gerðu það, þannig að þetta var alveg stútfullt. Og þetta var bygglega mjög, þá að þetta er kannski ekkert merkilegt í dag að tala breytingaskeiði, þá var þetta þá, svolítið á undan sinni samtíð. Og svo var kaffi og eftir. Jú, það svigna borðin. Og þegar ég var nú sem betur fyrir ekki komin að borðinu, ekki alveg nálægt því. Þegar kemur að Jóhanna okkar Reimars, blessunin, hún kemur þarna og það er annað sem nýlunda, það gassbrauta, rjómasbrauta. Já, eins og algeng núna. Eins og kannski til á hverju heimili núna. Þetta var álíka framandi eins og breytingaskeiðið. Já. Og Jóhanna segir, var nú svona sjóndöpur blessunin eins og við vitum, tekur þetta og segir, þennan fjanda kann ég ekkert á. Og þá stendur hann að næstinni Helga, svona Hjálpsum og Helga Jóakims, HG, og sem nú þekkt fyrir nákvæmni í öllu sem hún gerir. Og hún segir, Jóhanna mín, ég kann á þetta, ég skal hjálpa þér. Og tekur sprautuna og það skiptir engan togum að það var einhver sprengja, það bara kom allur rjóminn upp. Jóhanna var bara eins og hvítur snjókall og allar konurnar í kring og kökuborðið og veggirnir og ég veit ekki hvað. En ég held, það hafi nú einhver leyft sér að byrja að hlæja, mér minnir það sko. Já, almáttugur, þá hafði allar hlegið, það er alveg ekki spurning. Þá sprang náttúrulega allir. Já, hún Jóhanna. Já, hún kenndi okkur ýmislegt. Hún kenndi okkur ýmislegt. Eitt var það að henni var fótaskortur á tungunni sinni og þegar hún var að fara í smákökuna og sagði ég ætla að fara að deyja upp í. Staðan fyrir að hnoða upp í. Þetta er hnífstalska síðan. Já, svo er þetta ekta hnífstalska og allir nota það. Allir deyja upp í. Þú veist að Ranni og Eddi er alltaf í líkamsræktinni í kjallarnum á sjúkrahúsinu. Jú. En þetta duglega náttúrulega. Svo var það einu sinni þá kemur kona þarna í salinn og sér að Eddi bara einn á gangbrautinni, alveg göngubrautinni fyrir ekki. Alveg hreint kófsveittur með tárin lekandi og sultadropp á nefinu og alveg að kafnaði. Þá hún segir, nú hvar er Ranni? Hún er að deyja upp í, sagði hann. Þá hugsaði hún, Jesús minn, hann er að hamast á brettinu minn og aumingja, konan er upp að deyja. En svo allt í hennu myndi hún eftir því, já, þetta er hnífstalska. Já, Eddi búinn að læra hana. Já, hann hlýtur að hafa lært það. En ég veit ekki hvernig þið sagt þér frá, þú manst eftir henni Guðbjörgu Leifsdóttir sem ólst upp á skólaveginum, bæði 7 og 13. Jú, þetta maður þekki. Og hún var að byggja svona 18-20 ára en í foreldrahúsum og hún hafði eftir mikið suð og tuð. Þá lét pabbinn orða eftir henni að hún mátti fá sér kettling en skilyrði var að það væri steggur, það átti ekki að vera offjölgun á köttum á heimilinu. Og það vissu nokkulega allir í dalnum að Anna dóttir mín átti kött sem var læða og var náttúrulega gjótandi í tíma og ótíma sko. Svo bankar Gugga og segir, skrítið erindi sem ég við þig. Ég loka aldrei á eftir mér, ég skell alltaf og heldur að aumingja kettlingurinn hafi ekki lent á milli og ég var að fara með hann til dýralæknisins og dýralæknirinn er að skoða hann og gera þetta sem þurfti að gera við hann og hann slapp nú alveg, lifði þetta af. En svo segir dýralæknirinn einu rotti, segir hann alltaf hún, já þetta er hún og hún. Hún? Hvað ertu að segja maður? Hún?
er þetta ekki stekkur? Mm. Þá sagði hann, ég veit að það er svo vant að sjá þetta á þessum aldri. Og erindi til þín er að fá að sjá hvernig þetta er. Kettir menn önnu. Já, kettin mennar önnu, sko, læðunni. Og ég fer og sæki köttin og Glenna hann út. Glenna hann út og sýna henni kynfærin á kettinum og þá segir hún, Guð, hvað ég er fegin, þetta er allt öðruvísi. Jesús minn góði Guð. Þetta var þá stekkur. Já, sem betur fyrr. Þá skálum við aftur. Skál fyrir því.